Gesti frá hæli. Já, sportáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og já, ég var að missa viðmælanda minn út hérna, Helga Rafn Guðmundsson, þannig að bara bið hlustendur afsökunar á því og bið ykkur bara vera þolinmóð í smá stund. Og það má kannski geta þess að það eru 2 fulltrúar í frjálsíþróttum sem munu keppa fyrir Íslandshönd á HM og það eru þau Anita Hinriksdóttir og IR og Kristinn Þór Kristinsson á HSK, en þau munu keppa á heimsmeistaramótinu innanhúsi fer fram dagana 7. til 9. mars núna næstkomandi, sem náttúrulega bara næstu helgi. En þau munu bæði keppi í 800 metra hlaupi. Anita hefur best hlaupið í vetur á tímanum 2:01:81 mínútu sem Íslandsmet innanhús. Utanhús síðastliðið sumar og hljóp hún best 2 mínútur og 49 mínútur. Kristinn Þór, hann hljóp stórgott 800 metra hlaup síðastliðin sunnudag og kom í mark á tímanum 1:51:22 sekundur sem hans besti árangur í greininni, en Kristinn hefur verið að bæta sig jafnt og þétt í vetur og líklegur til frekari bætinga á heimsmeistaramótinu og á Kristinn nú næst besta tíma karlmanns innanhús í greininni, en Íslandsmet í eigu Björns Margeirssonar og það 1:51:07 sekundur, þannig að hann nálgast það ónt. En þetta fer fram núna 7. mars, það nú bara þannig, en við ætlum að fara núna í Taekwondo og ég kom með línuna Helga Rafn Guðmundsson, þjálfara Keflvíkinga í Taekwondo. Hvað blessa á sællið ekki? Blessa Gestur. Hvernig hefur það? Bara frábært en þú? Bara ljómandi gott. Ekki komið svolítið spenna í þig fyrir bardaðan hjá Gunnar Nelson? Jú, vá maður, ekkert smá mikil. Já. Ég hlakka mikið til að fara að horfa til smáröndurinn. Já. Þeir eru að selja mig þetta á þetta þar. Já, það bara seldi bíómiðar? Já. Já. Þannig að menn vera að skella sig bara í Smárabí og horfa þetta í beinni þar? Já, ég gerði það líka síðast þegar hann kefti. Fyrsta sinn sem hann kefti, þá fór ég hérna út þegar var hérna í Nottingham. Fór ég með þeim út, það var mjög skemmtilegt og svo hérna í seinna skipti þá fór ég hérna í smáröndurinn og það var aðeins ódýrara. Já. En það var bara mjög fín, mjög flott hérna uppsetning og gaman aðeins, þannig ég er hann sem að gera þetta. Herðu, það núna undirbúningu fyrir HM unglinga, eða ekki, hjá þér fullu gangi? Jú, í fullu gangi. Já, eða það sem þú ert að þjálfa reyndar núna? Hvað sér ég? Sem þú ert að þjálfa, eða ekki? Jú, það eru 3 keppendur sem að fara að keppa fyrir Íslandshönd og þau eru öll hérna úr Keflavík, þannig ég er að þjálfa öll. Og hvaða keppendur eru þetta? Þetta eru Ástrós Benediktsdóttir og Sverrir Örvar Elifsen og Karin Bergmann Gunnarsson. Já. Og þetta allt virkilega etnilegt fólk, ekki satt? Ástrós, hún var taekwondo-kona ársins, eða ekki? Jú, Ástrós var taekwondo-kona ársins, hún var hérna íþróttakona Keflavíkur og íþróttamaður Reykjanesbæjar, allt á sama árinu. Já. Alveg virkilega flottur árangur hjá henni á þessu ári og hérna, og Sverrir núverandi íþróttamaður Sandgerðis og Karel hérna þegar því að Karel og Sverrir báður heima í Sandgerði þá tilkall líka til þess að vera hérna valdir þar. Já. Og hérna Karel einmitt tilnefndur núna og það verður næst valið fyrir þetta ári hérna á miðvikudaginn. En svona að þessum keppendum, þetta mót fer fram í Tævan og það ansi langt í burtu? Já, það svolítið langt í burtu. Já. Og þau fara núna í lok mars, eða ekki? Jú, við förum bara eftir tæpa 2 vikur. Já. Og hvernig gengur undirbúningur hjá ykkur? Gengur mjög vel. Já. Bara rosalega vel, þau hafa bara aldrei litið svona vel út og þau eru að æfa 8-10 sem í viku núna og þetta bara virkilega flott hjá þeim. En svo hérna Karel og Sverrir, þeir eru líka að fara að taka þáttið ekki í úrtökum fyrir Ólympíuleika æskunnar? Já, það passar. Það passar, hérna Ástrós ung til að taka þátt í því, hún ári yngri heldur en þeim. Já. Og hérna, en hún getur hins vegar tekið þátt í heimsmeistaramótinu. Og þannig að þetta mjög strempið fyrir strákana, þeir fara hérna og það eru bara keppnaði 2 dagar á milli mótana og það alltaf vigtun daginn áður, þannig að eins og Sverrir fær mjög stutta hvíld á milli. Þannig að maður þarf að halda sig alveg klárum og tilbúnum og gera allt sem hægt til þess að forðast meiðsl og vera í toppformi báða dagana, því þetta náttúrulega bara rosalega lítill tími hérna á milli.
En við verðum út í 2 vikur rúmar og verðum hann með æfingar og náttúrulega Lassi sjálfurinn með okkur með æfingar og hann tekki líka einhverja úti sem alltaf hjálpa okkur og þannig að þetta verður mjög skemmtilegt. Og þetta náttúrulega snýr mikið eða ekki að andlegu hliðinni að fara á svona heimsmeistaramót? Jú, það alveg bara, það ótrúlega mikið það er náttúrulega líka bara þessi sjálfstæði sem þarf og þetta gefist ekki upp að því þetta virkilega erfitt þegar álagið eru svona mikið hvað æfingaálagið varðar og þetta pressuna í það að fara á svona stórmót að standa á þessum en þetta ekki að það nú orðið meira þegar þeir eru búin að vera að keppa erlendis og bæði Karol og Ástars hafa keppt á Evrópumótum þeir eru búin að prófa að fara á þessi stóri svið sko en þetta samt alveg langsterkustu og langstærstu mót sem þeir hafa farið á þessi 2 sem eru þarna í Taíland. Þetta eru náttúrulega, hálfgerðir geðsjúklingar hérna úti eða ekki sem eru búin að, svona sem þeir eru að keppa móti sem eru náttúrulega búin að ferðast svolítið meiri en þau, jafnvel, eða ekki? Margir hverjir? Jú, margir. Já. Margir ferðast náttúrulega allan heim og keppa með vallandi eins og þau náttúrulega gera líka en bara mjög misjálf, sko. Það sumir keppa mjög mikið og aðrir keppa mikið út allan heim og sumir keppa bara í sínum nágrannalöndum og einbeita sig frekar að því að æfa vel og sem til dæmis það sem þau hafa þá verið að gera. Þau hafa náttúrulega keppa mjög títt erlendis. Það voru margir sem keppa erlendis margar helgar í röð. Þú veist, af þessum topp keppnum í heiminum. Já. En það er þetta náttúrulega hlýtur að kosta sitt eða ekki að fara svona út? Jú, þetta er rándýrt. Já. Það er rándýrt að fara svona sem betur fyrir þá náttúrulega þú veist, þau eru duglega að safna sér og við maður að fá styrki hérna og þaðan og svona og þar sem þetta fyrir þá 2 er þetta að hluta til ólympíuverkefni og ólympíuverkefni eru yfirleitt styrkt tölvöld meira af ríkinu og af VSI heldur en flest önnur verkefni þannig að því liðinu til er það mjög fínt að þeir fá alveg heldur fína styrkarna frá VSI til þess að komast út. Já. En fyrir þá sem vilja styrkja þá eru þið búin að setja pepp-myndband sem ég er bara að setja akkurat núna á vegginn. Já, endilega sko þetta myndband, þetta er heldur fínt myndband og skemmtilegt boðskapurinn á baku þetta allt saman og akkurat í endan á myndbandir er svona söfnunarreikningur ef fólk vil leggja þar inn eða bara ef við byrjum fólk líka bara að deila þið líka. Já. Þú veist, ef það hefur lítið á milli handana þá allavega kostar ekki mikið að smetla að deila þessu og þá fer þetta kannski til einhverja sem að hafa efna á því að styrkja. Já. Eða munar hverja krónu sko, þó svo að hver sem sjá þetta styrkjum 500 krónur, 1000 krónur eða hvað sem við sjá að það munar það. Ef við förum aðeins í gegnum keppnina, Ástrós Brynjarsdóttir, hún hefur keppt eins og þú sagðir áðan á Evrópumóti og fleira til. Já. Og hvað er hún gömul og gerir hún ekkert annað en að stunda bara taekwondo? Já, það líka við. Hún er 15 ára gömul, 9 ára 15 ára gömul og þau eru öll búin að æfa hjá mér í Keflavík síðan voru 7 ára gömul. Og jú, hún er alveg klárlega einn efnilegasti íþróttamaður sem að Ísland á og það er ekki nokkur spurning sko og hún er búin að vera það er bara sýnt fyrir svona á öllum mótorum sem hún búin að taka þátt í og ekki bara mótum, þetta líka bara hún vakið mikla athygli þjálfurum erlendis fyrir góða tækni og hvernig hún ber sig og svona. Já. Þannig að hún er alveg og hefur bætt sig ekkert smá mikið sem svona og þroska sem íþróttamaður á síðustu mánuðum. Já. Og það er voru virkilega gaman að fylgjast með henni hvernig hún dílar við þessa hluti og þetta álag og stendur sig alveg svo heiti það er virkilega flott. Og er þetta ekki bara framtíðar ólympíuefni? Jú, ég held það klárlega. Þau öll þrjú bara geta alveg fína mögulega að komast inn ef það er sem er sagt oft að þetta tekur rosalega langan tíma að búa til svona efni og þau eru bara öll mjög svona dedicated eins og maður segir. Þau eru bara með mjög mikla skuldbindingu gaman það íþróttinni sinni og hafa þetta í forgangi og það er það sem þarf. Maður geti alveg séð einhverja stór hluti frá þeim, til dæmis hugsanlega ólympíuleika eða eitthvað í álíka dúri ef þau ákveða sjálf að það er þau leið sem langar til að fara. Þau eru eldri, þau hafa allt tilbrunns að bera til að komast alla leið. En Sverrir Örvar Ellersen? Já, það er bara ekkert smá flottur íþróttamaður, rosalega góður svona heildrætt líka taekwondo keppan eins og Ástrós mjög svona fjölhæfur og virkilega svona mikið svona keppnisskap og snerpa mjög snöggur keppandi og
og gaman að fylgjast með hún líka hvað hann hefur bætt sig mjög mikið á undanförnum. Það svona, þetta eru fáir sem maður hefur þjálfað svona, sem hafa bætt sig jafn mikið svona, hvað maður segja, svona andlega, hvað var það einbeitingu og sjálfstraust og annað. Það var ekkert sérstaklega mikið þegar hann byrjaði. En nú það bara, vá maður, þetta bara alveg topp íþróttamaður og stendur sér ekkert smável. Það það sem taekwondo gefur mjög mikið, það ekki? Það sjálfstraust í einstakling. Jú, taekwondo getur gefið það og raun og veru bara hvað sem þetta stundar, sko. Ég meina, ég held í fram að til þess að byggja upp sjálfstraust á einhverju þá þarf að vera einhver umhverfi þar sem að það skorað á þau og skorað á þau til þess að ná árangri og þau finni að það einhver smá væntingar til þeirra og að það sé einhver svona raunhæfur árangur sem þeir eru að ná aftur og aftur og það bara eitthvað sem ég hef lagt upp með að reyna að gera fyrir þess að krakka. Þetta er uppbyggilegt og við erum að byrja smátt og þú vinnum að þessi bara upp. Þetta eru bara baby steps eins og í öllu svona sem maður ætlar að gera. Maður ætlar að byggja eitthvað upp og maður ætlar að byrja einhvers þar og þú byggir bara óna og byggir óna og þau eru móttækileg fyrir þessu, þau eru móttækileg fyrir þjálfurinni og þau eru duglega að leggja á sig þessa vinnu sem það þarf. Þannig að þannig byggum maður upp sjálfstraustið hjá þessu fólki að þau eru bara að gera hluti sem að fyrir einhverju síðan þá hefur aldrei trúið að það getur gert. En Karel Bergmann Gunnarsson, hvað höfðingi það? Þú varst að mynda að tala um að hann hefur keppt á Evrópumóti? Já, hann hefur keppt á Evrópumóti junior í fyrra. Svo sem feik ég vel á, hann tókst þetta ekki að vinna til veluna en það var mjög flottur á þessu móti og hann er búinn að vera á eldi sem maður segir. Hann er búinn að standa sig ekkert smá vel á síðustu mótum og bæði heima og erlendis og ég held að þessi svona, hvað maður segja, svona ef maður er að tala um svona lífverðni íþróttamannsins, það væri örugglega mynd af honum í bókinni hvernig maður á að gera þetta. Það bara virkjuslega hvað það mataræði og dugnaðurinn og jákvæðnin og allt, hversu opinn hann fyrir leiðbeiningum og hversu góður hann að tilengja sér hlutin sem maður að segja og það bara, og maður geti varla forritað svona andlega einhvern flott á hann, sko. Þetta er virkilega flottur íþróttamaður. Eins og þeir öllu, ég er nú alveg bara gífulega stoltur að þeim og stoltur að hafa fengið að taka einhvern þátt í þessu ferðalagi með þeim og krakkar sem og ég nota þau sem dæmi þegar maður er að tala með einhver aðra krakka hvað skiptir máli að vera duglegur og svoleiðis að þetta er ekkert krakkar sem maður hefði haldið einhvern veginn á fyrsta degi að þeim væri á leiðinu heimsmynd og alveg þvert á móti, sko. Ég var einmitt að tala við marga foreldra fyrir einhverjum 2 vikum síðan það hversu ótrúlegt það að þau séu að fara á heimsmeistaramót með hvernig þau voru, þegar þau voru að byrja til þess. Og við veitum þess að 7 ára krakkar eru bara 7 ára krakkar, það er bara þannig en maður getur oft séð svona einhver ákveðna hæfileika í einhverjum með eitthvað svona og einhverja fínar hreyfingar og eitthvað svoleið, sko. Og ég nota til dæmis Karelsson sem dæmi það var bara virtist ekkert að þessu vera til staðar á sínu tíma en svo bara kemur þeir eldast í sportinu og þau eru þarna þeir aðrir vinsast úr og svo kemur tíminn þar sem þeir nenna að leggja á sig hluti sem aðrir nenna ekki að leggja á sig og þá bara gerir þetta, fylgir bara hönd í hönd. Þannig byrja bara að ná þessum ótrúlega árangur. Þetta er bara eitthvað sem fólk það bara tilengja sig strax frá byrjunna. Það gefast ekki upp þó maður sé ekki fyrstu þegar maður er að byrja og því að það skiptir einhver máli hvar þú ert út að byrja, það skiptir máli hvar þú ert og hvar þú ætlar að enda. Og það er nefnilega máli að það eru fæstir sem fara svo langt. Það eru mjög fáir sem að koma þá leið að þeir æfa sig upp það geta verið landsliðsmenn eða á leiðinu á heimsmeistaramót eða Evrópumót eða hluta landsliði eða eitthvað slúðis. Þetta var við allar í einstaklega. Það eru bara flest sem gefast upp áður en þeir eru komin þangað sem þeir hugsanlega ætluðu sér að fara. En Helgi Rafn, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og hvetjum alla til þess að dreifa þessu myndbandi. Já. En hvað tekur svo við eftir HM unglinga? HM unglinga, það er Evrópumót undir 21 ár, það er Evrópumót fullorðna. Við erum með mjög flottan kandidat á Evrópumót annarkorti eða bæði, fullorðna og undir 21. Kristmundur Gíslason, vonandi er hann á leiði, en það er ekkert búið að ákvæða það, vonandi er hann á leiði og hann er alveg bara frábær kandidat fyrir það, var meðal annars í 5. til 8. sæti á heimsmeistaramóti unglinga fyrir 2 árum og er núna íþróttakall Keflavíkur og Íslandsmeistari og hvað hann er, sko, þetta er virkilega flottur strákur. Og svo er heimsmeistaramót ungmenna í Azerbaijan líka í sumar og þar eru við allavega 2 nú er þetta alveg bara okkur kepplingar, það er náttúrulega gæti verið og Evrópumótin eru líka fleiri keppingar
en vonandi á ég 2 keppendur sem eru á leiðinni þangað. Þannig að við erum íþróttafólki í öllum aldursflokkum og það er líka svo flott að við hvað þetta sport er að vaxa hratt og hvað þetta er orðið rosalega stórt svona út allan heim, hvað það eru mörg stórmót. Það eru stórmót, heimsmeistaramót, Evrópumót, ungmenna og það eru unglinga og yngri seniora, yngri undir 21 þá. Og þannig að það er mjög mikið möguleika fyrir fólk að ná þessum góða árangri og núna líka upp á undanferðinu eru keppendur búin að vera að taka þátt í nokkur stórmótum eins og landsliðsþjálfarinn Meysam Rafi sem núna kominn með nokkur stigana heimslistan eftir að það alveg frábærlega á 3 stórmótum sem að hann var að keppa í röð og hann með sín stefna hraðberi í það hann sé á leiðin á Ólympíuleikunum 2016 en ég ætla rétt að vona það. Já. Hver eru mikla líkur að hann komist þangað? Ef hann heldur áfram eins og að gera núna, þá heldur hann gera það. Já, stórglæsilegt. Það er eina sem er bara spurning peningana. Já, hvort það fjármagn sé til. Hvort það fjármagn sé til, af því að hæfileikarnir eru til staðar og getan er til staðar og keppnisfyrirstaðan er til staðar og allir þessi möguleikar sem þarf. Það er eina sem að stendur í einhverjum hugsanlega vegi held ég ef það fæst ekki fjármagn. Þannig að það hveiti líka alla sem að möguleika ekki geta valdið að hjálpa að taka undan sambandinu hvað þetta var að. Því að við getum eignast þarna flotta fulltrúa fyrir Ólympíuleikana. Það er alveg klart mál. Við erum bara, framtíðin er bara alveg virkilega björt í taekwondo á Íslandi og ég hlakka til að fylgjast með þessum næsta árum og vonandi taka einhvern þó þess ekki nema lítinn þátt í að hjálpa íþróttinni að tækja. Nú ertu náttúrulega búin að viðlóðin taekwondo í mörg ár og hefurðu fundið fyrir hvað er mikil aukning að iðkendum? Já. Það er aðalatriði sem er fundist það er núna að öll svona hvað framtíðin er björt. Það sem ég meina með því er að áður fyrir það voru alveg nokkrir svona fullorðnir sem voru sæmilegir og þokkalegir og jafnvel bara mjög góðir einn og einn. En núna, það sem er að gerast núna er að krakkarnir sem eru ungir eru að verða virkilega góðir miklu fyrr heldur en það hefur verið og þetta er örugglega bara partur í því að nú séu haldin svona hvað maður segja, þessi stóru mót fyrir yngri kynslóðina og það er alveg til 12 ára og eldri þess að getur sótt til dæmis Evrópumót og það var ekkert áður fyrir það sem að voru fyrir svona unga krakka á þessi mót og þá kemur það að þessi krakkar sem bara eiga sér einhvern draum að komast á stórmót og komast á Ólympíuleikana að langa keppa á heimsmeistaramóti og svo framvegis að þetta er ekkert svo langt frá. Já. Þetta er ekkert svona fjarstæðukennt eins og það var og þú þarft að æfa í 20 ár á einhvern sens að komast á eitthvað stórmót, þetta er ekki lengur þannig. Já. Núna er þetta bara, ef það er nótuglegur, nólingi og ég var með 12 ára dreng á Evrópumóti á síðastáli sem er bara ótrúlegt á Evrópumóti 12-14 ára í þeim aldursflokki og alveg bara strákur sem og maður getur ímyndaði hversu svona mótiveraður hann og aðrir í kringum hann voru þegar voru að komast að því að hann var að leiðan á Evrópumót. Já. Það var bara, allur klúbburinn og bara fullt af fólki í samfélaginu í kringum okkur voru bara þvílíkur áhugi á íþróttinni. Bara þessi strákur sem er bara í kringum okkur í skólan sem er bara ungur, flottur strákur bara, það sem margir finnst bara, þetta er bara venjulegur strákur en hann er að fara að gera eitthvað sem að það sem maður hélt að vera ekkert nema bara bestu íþróttamenn eða svona fullorðnir bestu íþróttamenn í heiminum er að gera. Þetta hlýtur eða ekki þegar þú ferð út, finnur ekki fyrir því hvað þetta kemur svona stærri þjóðum á óvart að við Íslendingar eigum svona öflugt fólk í taekwondo? Jú, alveg klárlega. Og það sem er að koma heldur best líka út hjá þegar við höfum verið að fara á þessu mót er svona hegðunin. Hvernig maður er að hegða sér og hvernig maður er að sýna gott fordæmi og kurteisi og þannig og maður er að vekja svolítið athygli þannig við förum út með og höfum verið að gjafir og gefa andstæðingum sem við höfum verið að keppa við og ég reyna að kenna alltaf krökkunum maður að þakka dómurunum og þakka mótstjórunum og svona og þetta vekur nefnilega svo mikla athygli á landinu okkar þannig að það er nefnilega ótrúlega margir sem veit ekki sem hvað Ísland er en svo koma svona mót og það hjálpar, þetta allt sem við erum að gera hjálpar, það náttúrulega hjálpar þegar við erum með sterka keppendur, Meysam Rafi er að keppa erlendis, Björn Þorleifsson er að keppa erlendis og fleiri og er að
kynna íþróttina og kynna landið okkar í gegnum þetta sport og svo eru margir sem kannski vita bara hvað Ísland út af því að þeir sjá einhvern góðan og flottan keppanda frá Íslandi á einhverju móti. Já. Þetta er mjög góð landkynning. Helgi Rafn Guðmundsson, þakka þér kærlega fyrir og að gera skella sér á vídeóið þarna sem við var að birta mitt á sportátasíðunni og það er þetta að sjá þetta líka á keflavík.is /taekwondo. Fannst þetta ekki flott vídeó? Algjör snild, ég var peppaður hann upp að ég fór að gera albjör. Já, það er líka gaman að heyra það. Bestu þakkir. Já, takk fyrir þetta. Já, við höldum áfram í bardagalistunum því að hérna eftir smástund þá er það Pétur Marino Jónsson sem ætlar núna á línunni hjá MMA-fréttir.is en hann ætlar að segja okkur meira bardaga Gunnar Nelson sem fer fram núna næstu helgi. Held ég nú, farið ekki langt. Svo tökum við líka umræðum körfubolta í lok þáttar svona upp úr 11. Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Við lækkum verð á stórum heimilistækjum. Já, varanleg lækkun á